Hvað er HR-línurit? Við þurfum að passa, ef við erum að googla eða leita á netinu að HR-línuriti, að það sé þetta Hertzsprung-Russell-línurit sem við finnum, ekki einhver hjartalínurit. Þau segja okkur ekkert stjörnufræði. Þetta línurit, það flokkar stjörnur eftir 2 ásum. Við erum með hitastigið, svona nokkurn veginn á yfirborði stjarnanna hér og síðan birtuna, ljósmagnið frá þeim hér. Þannig að hér niðri eru heitar stjörnur sem gefa frá sig lítið ljós, og meðan hér eru kaldar stjörnur sem gefa frá sig lítið ljós. Hér erum við með mikið ljós en kaldar stjörnur og hérna heitar stjörnur sem gefa frá sér mikið ljós. Langflestar stjörnur virka þannig að ef að ljósmagnið, eða hitin hækkar þá eykst ljósmagnið. Þannig að það eru langflestar í miðjunni þar sem þetta er svona nokkurn veginn í sama hlutfalli. Það eru þó nokkrar stjörnur sem eru öðruvísi. Þessum röð hér er kallað meginröð. Og svona meginliturinn, við sjáum þetta bara með berum augum sem hvítar stjörnur, þessa líka. En þegar það er farið að mæla ljósið, þá getur það verið aðeins öðruvísi. Þetta eru bara venjulegar sólir, misstórar. Hvað er þessi rauði punktur hérna? Jú, þetta er sólin okkar. Hún er hérna nokkurn veginn í miðjunni, er svona ekkert rosalega merkileg sólstjarna annað en að jörðin snýst í kringum hana. Hér niðri eru við með hvíta dverga sem voru massa litlar stjörnur sem að enda líf sitt sem hvítir dvergar. Þetta eru samþjappaðar stjörnur sem að gefa frá sér lítið ljós en eru tiltölulega heit og þannig mikil þyngdarkraftur. Risar og reginrisar eru risastóra stjörnur, þar sem að massa miklar sólir mynda þegar þær að enda æviskeið sitt, ekki búnar að því. Þessir geta orðið að svartholi til dæmis að það eru nógu stórar. En þetta eru stjörnur sem gefa frá sér ofboðslega mikið ljós, en ekkert rosalega heitar af því að eldsneytið, vetnið, að klárast í munið. Þetta gefa frá sér ljós af því að það er kjarnasamruni, vetnisfrumeindir rekast saman og vetnið getur svo rekist á önnur efni og búið til ný og ný. Við þetta losnar ofsalega orka, en þegar vetnið að klárast, þá ekki eins mikið að gerast. Þess vegna minnkar hitinn, en það eitthvað að gerast, þannig að það er ennþá töluvert ljósmagn. Þannig að þetta er HR-línuriti. Það flokkar stjörnur í þessu hópa eftir hitastigi og eftir birtu.